Næsti fyrirlesari Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins og titill erindis Almars Eru við tilbúin fyrir menntabyltingu? Gjörðu svo vel, Almar. Já, góði gestir. Það mér mikil ánægja að standa hérna fyrir framan ykkur og kannski koma aðeins fram fyrir hönd atvinnulífsins og fara yfir það hvernig við sjáum stöðu iðnnáms og allt sem því viðkemur. Þar með talið auðvitað námsgagnagerð og allar þær áskoranir sem að við stöndum frammi fyrir, öll saman. Ráðherrann og Ari Kristinn hafa auðvitað komið inn á hluta af þessu. En ég veit að titillinn minn vekur örugglega einhver athygli, sérstaklega fyrir ykkur sem vitið að ég kem úr Garðabænum og ég veit ekki alveg hvort að það sé til svona siðs að Garðbæingar séu að öllum mönnum að presentera byltingar. En svona þetta. Við viljum tala hér menntabyltingu og það á ákveðinni ástæðu sem að ég held að við öll gerum okkur grein fyrir að það ákveðið lag núna sem ég langar að fara yfir með ykkur. Áður en að því kemur þá langar mig svona aðeins að deila því með ykkur. Þetta eru kannski staðreyndir sem þið áttið ykkur á innst inni, en það skiptir svo litlu máli að við í atvinnulífinu og í iðnaðinum í þessu tilviki útskýrum fyrir ykkur af hverju iðnnám, tækninám og annað nám okkur svona mikilvægt. Já, það til dæmis vegna þess að það lætur nærri að það sé 50 hver einstaklingur á vinnumarkaði sem að vinnur í starfi sem að viðkemur iðnaði. Mikið af þeirri landsframleiðslu sem að við búum til árlega verður til í iðnaði, það allt að fjórðungi og auðvitað þar af leiðandi mjög mikill hluti af gjaldeyristekjum okkar komin úr iðnaði og öllum þeim frábæru hugmyndum sem hann hefur getið af sér, yfirleitt í skemmtilegu samkrulli ýmis konar menntastiga, svo ég orðið það nú þannig. Það líka áhugavert sem að mér finnst gaman að deila með ykkur að Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Samtaka iðnaðarins, hélt ræðu á iðnþingi okkar sem var í síðustu viku. Og eitt af því sem hún fór að tala og vísaði það nú í einn iðnaðinn í viðbót sem kvikmyndagerðin, að stundum iðnaður í aðalhlutverki. Iðnframleiðsla verður að útflutningsverðmæti, skapar störf og svo framvegis. Stundum við komin í auka og stuðningshlutverk, þar sem að við erum að hjálpa sjávarútveginum við að skapa framleiðnari vöru eða vöru sem að verðmætari og við erum að ýta undir ferðaþjónustu og svo framvegis og svo framvegis. Þetta finnst mér skipta máli að við setjum í samhengi vegna þess að til þess að þessi mynd eflist þá auðvitað útrúlega mikilvægt að hráefnið sé í lagi. Og ég nú hagfræðingur þannig að ég geti hér talað í löngu máli sem ég ætla að nota benni að sleppa framleiðsluföll og vinnuafl og fjármagn og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ætla nú ekki að gera það þannig en þetta hangir auðvitað saman við menntun og mentastig og líka hagnýtingu menntunarinnar. Og þá komum við að byltingarfræðunum. Hér svipmynd af iðnþinginu okkar sem við erum mjög stolt af og gekk mjög vel. Það sem við spurðum, erum við tilbúin fyrir næstu iðnbyltingu? Þarna sjáum við Þorgerði Katrínu okkar hjá Samtökum atvinnulífsins stýra umræðu meðal fólks í atvinnulífinu menntamál. Ég geri ráð fyrir að þið þekkið þarna hana Rannveigu Rist, forstjóra Rio Tinto Alcan. Hennar fyrirtæki mjög áhugavert vegna þess að það spannar allt litróf menntunar. Hún þarf á háskólafólki að halda, það mjög mikil þörf á iðnmenntuðu fólki hjá þeim og hún líka í heilmiklu skólastarfi sjálf í gegnum stóriðjuskóla og það á þetta við hinn álverin líka, það sem hefur verið að bæta við færni og hæfni þeirra sem að starfa en eru ófaglærir. Nú þannig hann Jón Sverrisson líka, hann nú kallaður Nonni Quest, þannig að skemmtilega orðað bara þannig, hann formaður meistarafélags hársnirta og ræddi þarna menntamálin eins og þau snúa þeim, áhugaverðir vinklar á jafnréttisumræðu þar og þannig líka Dröfn Guðmundsdóttir sem mannauðsstjóri hjá Nýherja og Nýherja annað dæmi fyrirtæki sem hefur rosalega breiða þörf fyrir fólk og ekki bara háskólamenntaða tölvunarfræðinga eða slíkt heldur líka tæknimenn og konur sem sinna þá störfum sem koma í gegnum iðnmenntun. Við spurðum sem sagt, erum við tilbúin fyrir næstu iðnbyltingu og mér langar að eyða bara örfáum mínútum í að sýna ykkur stefnu Samtaka iðnaðarins sem ný yfirfarin og alveg fersk vegna þess að þar erum við að leggja áherslu á 3 atriði sem við teljum að þurfi svolítið að móta það sem við köllum iðnbyltinguna sem auðvitað ekkert annað en það að við búum hér til umhverfi
betra umhverfi til þess að skapa verðmæti í landinu. Það byggir þá á 3 þáttum. Við erum auðvitað til sem samtök, innan okkar raða eru 1300 fyrirtæki, þau eru alls konar, þetta allt frá meistarafélögum úr iðngreinunum eins og þið þekkið þau, yfir í verktakafyrirtæki og verkfræði og arkitektastofur á byggingasviðinu, við erum með fullt af framleiðslufyrirtækjum og svo erum við komin yfir í hugverkaiðnaðinn. Og þennan iðnað viljum við efla og við viljum auðvitað stuðla því að hann sé samkeppnishæfur. Það er afskaplega mikilvægt því að samkeppnishæfni er svo skemmtilegt hugtak, það má alltaf það má líka því við golfið að hluta til. Samkeppnishæfni, við erum að bera okkur saman við aðra, en leið erum við alltaf að átta okkur á því hvað getum við gert betur á morgun miðað við það sem við erum að gera í dag. Og framtíðarsýnin okkar gefur þessa trílógíu þá fram, það sem við segjum, við viljum að iðnaðurinn sé í fararbroddi, drifinn áfram af stöðugri aukningu í menntun, nýsköpun og framleiðni. Og það að vera í fararbroddi finnst okkur mikilvægt. Okkur finnst líka mikilvægt að það sé talað stöðuga aukningu. Þið ykkar sem hafið heyrt fræði sem eru kölluð á íslensku stöðugar umbætur, continuous improvement. Við erum í rauninni að tala þetta. Það er svo mikilvægt að við sem samfélag tölum á þessum nótum. Við erum að gera býsna vel hér og þar, en við getum alltaf gert betur. Það er alltaf hægt að byggja ofan á þetta. Og svo það þessi þríliða, menntun, nýsköpun og framleiðni, og þið heyrið alveg á umræðum Ara Kristins og Illuga hér áður, hvað þessi hlutir eru nátengdir og þurfi einhvern veginn að ganga í takt. Og þess vegna segjum við, ef að innbyltingin á að virka, þá þurfum við byltingu í framleiðni, hún er ákveðið vandamál í samfélaginu hér. Kannski er of stórt að orði komist að segja að þetta sé vandamál, en þetta er allavega viðfangsefni. Miðað við löndin í kringum okkur erum við á eftir. Við getum skýrt það með því að við erum með smáar einingar í atvinnulífi og svo framvegis. En við getum líka ákveðið að temja okkur það viðhorf að við getum gert betur þegar kemur á framleiðni. Þar komum við í samtökunum til sögunar og viljum styðja okkar fyrirtæki í því. Nú svo það nýsköpunin sem að Ari kom ágætlega inn á, hana þarf við þetta efla og hún getur líka verið drifkraftur hluta og hefur í eðli sínu mjög skýra tengingu við menntun annars vegar og nýsköpun hins vegar. Og svo þegar við tökum þetta saman, og ég ætla nú ekkert að fara í þetta nákvæmlega nema að staldra við þennan part sem að snýra menntuninni. Við segjum að menntun sé forsenda bættra lífskjara, þetta þekkjum við hreinlega og er vel staðfest. Og við hjá samtökunum eflum menntun fyrir atvinnulífið með áherslu á iðn, verk og tækninám. Og ég veit ekki hvort að þetta eru tíðindi fyrir ykkur, en ég verð var við það þegar ég fer með þessi skilaboð víðar að það er ekkert allir sem átta sig á því hvaða er mikil áhersla hjá samtökum í atvinnulífinu á menntamál. Og ekki síst náttúrulega eins og þarna kemur fram á iðn, verk og tækninám. Hinir þættirnir eru líka mikilvægir en vegna þess að við erum hér að tala menntamál þá ætla ég að sjálfsögðu að einbeita mér að þeim. Og þá í rauninni erum við komin hingað. Hér er niðurstaða og skoðanakönnun sem við lögðum fyrir félagsmenn í samtökum iðnaðarins, þessi 1300 fyrirtæki sem ég var að ræða áðan. Og það er bara spurt hversu mikla eða litla áherslu telur þú að samtök iðnaðarins ættu að leggja á eftirfarandi þætti í starfi sínu. Þetta var sem sagt lagt fyrir okkar menn í febrúar síðastliðnum og var sem sagt gert kunnugt núna á iðnþingi. Og þið sjáið það, efstáblaðið þar er bara iðn, verk og tæknimenntun. Það er ekkert flóknari en það. Og þeir sem svara þessu, þetta eru aðilar sem að þurfa á svona fólki með beinum hætti að halda og meira að því, en þetta er líka fólk og fyrirtæki sem að kannski sjá þetta með óbeinni augum, gera sig grein fyrir því að til þess að við séum hér umhverfi sem að fungerar á allan hátt, þá þurfum við að efla þetta, jafnvel þó að viðkomandi fyrirtæki sé kannski ekki í mikilli eftirspurn eftir nákvæmlega fólki með þessa menntun. Við spurðum líka einfaldlega, er skortur á starfsfólki í þínu fyrirtæki núna? Og það sem vakti athygli okkar er að það er ansi stór svörun eða há svörun á því að það sé skortur, rúmlega þriðjungur talar það. Og þegar við skoðum það betur, hverjir er að tala skort, að þá er þetta mikið, þá erum við komin inn í málmiðnaðinn til dæmis, við erum komin í byggingagreinarnar og svo framvegis. Ég veit að þetta er saga sem ég þarf kannski ekki að hafa mörg orðum hér, en það er iðnaðarmenn, margvíslegi tæknimenn sem að kemur upp úr myndinni. Og þetta þýður auðvitað staðan þannig að við hljótum að vilja bregðast við með einhverjum hætti. Að einhverju leyti eru fyrirtækin, það kemur líka fram í þessari könnun að þau eru að leysa þörfina með einhverjum hætti, en telja greinilega að það sé betra að leysa hana í auknum mæli með þá fólki sem er menntað til þessara starfa.
og nú verður allt svart. Og þá það bara að vona að tæknin leiki við okkur, ég veit ekkert hvort hún gerir það, jú, eitthvað gerir hún hér. Herðu, menntabylting, við töluðum iðnbyltingu á iðnþingi og ég ætla bara að spila hérna fyrir ykkur ef að þetta leyfir mér smá vídeó og við gefum Jóni B. Stefánssyni orðið, vonandi. Þetta allt voða. Já, þetta kemur nú, þetta á að koma, en hérna, svo leiðilegur hérna bendillinn hérna. Þá spurning hvort það fari fram endursögn á ágætum orðum Jóns eftir iðnþing Samtaka iðnaðarins. Gjörðu svo vel. Það sem mér finnst standa upp úr þessi umræða iðnbyltingu og ég tengi það svolítið við menntun því að til þess að iðnbylting getur orðið raunveruleg þá þurfum við líka að mínum að hafa menntabyltingu. Og hún verðum að gera okkur grein fyrir því að innan fárra ára fara að streyma til dæmis inn í framhaldsskólann þar sem ég starfa unglingar sem eru allt öðruvísi heldur en unglingar sem eru nokkuð tíma verið með áður. Þetta eru krakkar sem hafa alist upp með allt annarri tækni og allt annarri færni heldur en við höfum og við þurfum framhaldsskólinn að búa okkur undir það til þess að geta tekið við þessum krökkum og skila þeim út í atvinnulífið með þeim hætti sem að vera ber. Og ég velti því stundu fyrir mér hvort að við séum tilbúin til þess. Og þar af leiðandi þurfum við að fara að breyta okkur til þess að búa okkur undir það að taka við þessum krökkum sem við þurfum að skila síðan út í iðnnámið, út í atvinnulífið sem færum þegnum. Svo mörg voru þau orð og þarna tengir Jón kannski svolítið yfir í menntabyltinguna sem að við viljum tala og hér stöðumat, þetta þekkið sjálfsagt mörg. Við tölum mikið það núna og ég kem aðeins nánar að því á eftir að það voru 12% sem völdu starfsmenntun í framhaldsskóla árið 2014 af nemendunum. 33% í heildina eru nemendur í starfsnámi og svo auðvitað erum við að díla við þennan aldursmismun að krakkarnir í bóknámi eru mun yngri en fólkið í starfsnámi, svo ég hreinlega bara orðið það svona. Og svo eins og Ari kannski betri en ég að fjallum, erum við líka að horfa á raunvísinda og tæknigreinarnar á háskólastiginu og þetta hlutfall var 18% en eins og við sjáum að þá virðist okkur vera að takast að mjaka því upp á við þó að það taki einhvern tíma. En þetta allavega staðan. Og annað sem ég langar að deila með ykkur áður en ég fer svona aðeins í það hvernig við hjá Samtökum iðnaðarins sjáum framhaldið í þessum efnum, að hér erum við að skoða 49 löggiltar iðngreinar og stöðuna varðandi fjölda sveinsprófa á þessu árabili sem þarna kemur fram. Og það sem sagt 4 iðngreinar sem eru með 50 eða fleiri sveinspróf á ári. 9 með milli 10 og 50 og 36 með undir 10 ári. Og þetta önnur áskorun. Aftur, hagfræðingurinn tala núna pínulítið. Það þetta áskorun að reka nám þegar það eru jafn fáar greinar og raun ber vitni sem í rauninni eru með fjölda sem að nægir okkur til þess að hægt sé að vinna þannig að það náist meiri hagræðing, sérhæfing og svo framvegis og svo framvegis. Og ég veit að þið þekkið þetta miklu betur en ég, en þarna held ég að sé ákveðið tækifæri því að auðvitað eftir því sem við fjölgum fólki sem fer í iðnnám, þá fjölgar greinunum sem fá þessa stoð. Leið og það gerist, þá verður líka auðveldar að mæta því að geta sinnt þeim greinum sem að eru hrjáðar af því að það eru fáir sem að taka þátt í þeim. Og þetta held ég að við þurfum að ræða opið. Við erum svolítið upptekin af þessu vegna þess að það þarf fleiri greinar sem að kannski auðveldar að fara með í krafti fjölda og það leið skapar okkur tækifæri til þess að fókus á greinarnar þar sem eru færri og tryggja það að þær njóti sannmælis. Það auðvitað mikilvægt líka gagnvart þeim krökkum sem að hafa áhuga þar. Nú svo það bara áherslur okkar og mjög gaman að segja frá því, ég ætla nú ekki að þylja upp þessa punkta alla, en segi eftirfarandi að við, Samtök iðnaðarins, Samtök atvinnulífsins, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi og fleiri samtök innan atvinnulífssamtaka á Íslandi, við erum að eiga núna afskaplega gott samstarf við háskólana og við verkskólana, iðnskólana og aðra og gaman að segja frá því að núna í vinnunni í kringum hvítbók og starfsnám þar að þá náum við bara býsna vel saman, skólameistarar,
á framhaldsskólastigi á sviði verknáms og atvinnulífið í því að móta sameiginlega mynd. Auðvitað horfum við á ákveðnu leyti mismunandi á þetta, en ég held að það sé ótrúlega áhugavert að við erum komin á þann stað sem hér kom fram áðan, að kannski erum við að átta okkur á því að við erum í stöðu þar sem að þarf að spyrna svo lítið við fótum, og besti krafturinn til að beisla í því er auðvitað að við vinnum saman að því markmiði að ýta undir iðnverk og tækninám. Ég ætla ekki að fara að öðru leyti nánar í þetta, hér leggjum við þessa hluti fram og höfum gert í þessari hvítbókavinnu, og ánægjulegt að segja frá því aftur að gagnvart skólameisturum þessara skóla sem ég nefndi, þá hefur bara náðst nokkuð gott samstarf það að leggja áhersluna á þessa punkta með þeim blæbrigðum sem verða alltaf þegar ólíkir aðilar tala saman, en þó þannig að samtalið og samstarfið að aukast og mjög jákvætt. Nú svona tölum við viljum setja skýr markmið varðandi iðnverk og starfsnám. Við viljum hreinlega segja að 20% nemanna en ekki 12 velji starfsmenntun árið 2025 og þetta hlutfall verði komið upp í 30% árið 2030. Og ég hef fengið ýmis konar viðbrögð við þessum tölum. Þetta auðvitað, þarna kannski orðið komið aftur. Þetta auðvitað bylting. Þetta auðvitað menntabylting ef að við náum þessu markmiði. Og það kannski það sem við erum að tala, og það áhugaverða held ég, finnst okkur allavega, í því að þetta byggt á þörf. Þið sáuð glærurnar sem Ari sýndi varðandi skoðanakönnunina sem viðskiptaráð var með, og þið sáuð glærurnar sem að ég var að sýna ykkur hérna áðan, að atvinnulífið kallar einfaldlega eftir því að fólk með þessa menntun verði fleira hér, og þá verðum við auðvitað ýta undir það. Við leggjum auðvitað líka áherslu á að atvinnulífið sé partur af þessari mynd, og þá aftur mjög ánægjulegt að ræða aukið samstarf skólafólks og atvinnulífs annars vegar, og aukið samstarf og samtal okkar og ráðuneytis og stofnana ráðuneytisins hins vegar. Þetta bara afskaplega mikilvægt, og ég get tekið eitt lítið dæmi hér svona til skýringar. Við höfum í byggingar og mannvirkjaiðnaði verið að vinna gagnvart breyttum byggingarreglugerðum, mörg ykkar þekki þetta nú. Það hefum við gert undir kjörorðinu samstarf lykilla árangri, þar sem að Samtök iðnaðarins, Mannvirkjastofnun sem auðvitað opinber stofnun, og margir fleiri aðilar, bæði launþega samtök ýmiss konar og eins önnur aðrir aðilar úr atvinnulífi, byggingarfulltrúa sveitarfélaga og svo framvegis. Menn á bara svona lagst svolítið saman árarnar, og auðvitað vinnst málið með allt öðrum hætti þegar við náum að gera þetta með þessum hætti. Og það okkar trú að það getum við gert núna í menntamálunum, og ég held að við séum líka kannski svo lítið komin á þann punkt að það spurning að gera meira heldur en að segja. Og þess vegna segi ég að lokum, það eru spennandi tímar framundan, og við leggjum áherslu á það, spennandi tímar framundan sem að fela í sér það að við þurfum að byggja hérna undir nýjast menntastefnu, og ráðherrann á fullu í því eins og þið þekkið. Við auðvitað leggjum áherslu á það að sú stefna sé í takt við þarfir atvinnulífsins, en við segjum leið, það mikilvægt að hún höfði til unga fólksins okkar, allra. Líka hans Hafsteins Davíðssonar, sem sonur Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Samtaka iðnaðarins, sem flutti þetta ræðu á iðnþingi og sagði, ég var ein af þessum mæðrum sem var svolítið lengi að viðurkenna að það væri bara í fínu lagi að sonur minn, tæknitröllið, færi í iðnnám, það sem hann núna og blómstrar. Þannig að þetta þarf auðvitað að höfða til krakkana. Samstarfið sem ég búin að vikja skiptir miklu máli. Það auðvitað líka þjónar unga fólkinu. Það okkar leið allra til þess að tala saman það að námið uppfylli kröfur þeirra sem fari í gegnum. Kynningar og sýnileiki. Við hjá Samtökum iðnaðarins höfum verið að vinna að alls konar hlutum þarna, og það verður nú komið inn á það hjá Katrínu Dóru hér á eftir meðal annars. Þetta þarf að vera áhugavert, og það þurfa að felast í þessu tækifæri, og þetta áhugavert, og það felast í þessu tækifæri. Það það sem við þurfum að komast í skila, og þess vegna þurfum við að tala við unga fólkið, og þar eru alls konar leiðir sem við þurfum að virkja ennþá betur en við erum að gera nú þegar. Og svo, þannig að Heiðar verði nú sáttu við mig, rafræn námsgögn nefnum við þarna sérstaklega. Við þurfum auðvitað líka í krafti þessara spennandi tíma að velta í fyrir okkur, hvernig eru námsgögnir okkar, hverju þarf að breyta, og hvaða leiðir eigum við að fara. Og ef við ætlum að hafa aðgengi fyrir unga fólki eins og þarna stendur, þá hljótum við að velta því fyrir okkur að þróa okkur í þá átt að nýta rafrænu möguleikana meira,
fet okkur í þá átt. Það eru ýmis dæmi, bæði erlendis frá og eins hefur rafiðnaðurinn svo eitt dæmi sér tekið verið að feta sig í þessa átt og komin eitthvað á leiðis og þetta allt eigum að vera opin gagnvart og auðvitað ákveðið lykilatriði og það kannski kom fram í orðum Jóns á myndbandinu að þessar kynslóðir sem að koma núna sem leir til ykkar inn í skólakerfið, þetta eru auðvitað krakkar með alveg ótrúlega færni á ýmsum svið og hana þarf að nýta og þá þarf auðvitað námsefnið að ýta undir það. Ég veit að það ekkert erfitt, ekkert auðvelt segi ég, en það kannski ástæðan fyrir því aftur að við líka leyfum okkur að tala þessa byltingu, að við þurfum að hugsa svolítið þannig að það þarf að fara nýja leiðir ef að við viljum að markmiðið sé það að við fáum hér miklu fleiri krakka í iðn, verk og tækninám sem auðvitað okkur öllum til heilla. Þakka ykkur kærlega fyrir. Þakka fyrir Almar, þetta mjög áhugavert og mjög gaman að heyra að þið séu svona opin fyrir samstarfi okkur í skólakerfinu. Það mjög mikilvægt að við tökum saman höndum í þágu unga fólksins, í þágu samfélagsins okkar. Það augljóst á námsefnisgerð og það ég búin að kynnast þennan tíma sem ég hef verið í stjórn Innmenntar að námsefnisgerð á mjög erfitt uppdráttar í svona örmarkaði eins og við höfum og eins og þú sýndir svo ljóslega að greinarnir eru margar hverjar svo litlar og það eru svo fáir nefndur og kennar eru margir hverjir bara að reyna að bjarga sér. Ef við ætlum í alvöru að koma til móts við þarfir þessa náms þá verðum við að gera átak í samningu námsefnis og að veita nemendum aðgengaði. Við höfum verið að velta þessu mikið fyrir okkur hvaða módel væri rétt vegna þess að svona venjuleg hagnaðamódel þau ganga ekkit upp. Við þurfum að hugsa ykkur allt aðra og nýja leið og það mjög gott að eiga ykkur atvinnulífi sem bakkjarl í þeirri hugsun og í þeim útfærslum sem við verðum að fara í saman. Ég opna hér á fyrirspurnir til Almars. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Ingi Bogi Bogason, ég aðstoðarskólameistari í Borgarholtsskóla og þar kenndar hérna málmiðingreinar og bíliðingreinar. Þakkaði fyrir gott innlegg hérna Almar og þetta vekur mann til umhugsunar þó að efnið sé gamalkunnugt og manni finnist oft fara svona í hringi. Að það mjög metnaðarfullt markmið sem kemur þarna fram og lofsvert að fjölga þarna upp í 30% árið 2030 unga fólkinu sem hérna fer í iðnnám og það bara alls ekkert hérna fjarstæðukennt. Það hins vegar þannig að þrátt fyrir það sé unnið mjög metnaðarfullt starf í skólum landsins, í iðn- og tækniskólum landsins, að þá virðist okkur ganga hægt að fjölga nemendum og í mínu skóla þar get ég fullyrt það að við erum með aðstöðu sem langt umfram eiginlega það sem við erum að fást við og við fögnum hverjum nýjum nemanda sem kemur inn og getum lofa honum bæði góðri kennslu og góðri aðstöðu. En það spurningin þessi, hvað þarf að gera til að auka framboðið til samræmis við eftirspurnina og mér langar til þess að spyrja þig í ljósi þess að nú Háskólinn í Reykjavík, við sjáum til dæmis hvað hann gerði fyrir verkfræðina. Verkfræðin var svona hálgerð fílabeins turnsgrein fyrir 20 árum, það ekki hægt að segja annað. Þarna var eins konar sprenging. Getum við séð viðlíka sprengingu fyrir okkur varðandi iðnmenntunina og þá spurning mín hvað þarf til og þannig ég leiði þið pínlítið áfram í svarinu að þá það spurningin getur verið að meiri aðkoma atvinnulífsins, beinni aðkoma að skólunum, að rekstrinum eða við skulum bara ekki endilega tala að rekstrinum heldur bara að byggja upp beinni tengsl skólans og atvinnulífsins möguleiki til þess líka horfandi á það að
allt fyrirkomulag iðnnáms, það þunglamalegt miðað við til dæmis í bóknámi og miðað við tækninámi á háskólastigi. Getur atvinnulífið komið þarna en þá nær? Ég held að þetta er mjög góðar hugleiðingar og þú þekkir þetta nú frá ýmsum hliðum, veit ég líka. Jú, ég held að atvinnulífið, og það kannski það sem við erum að segja, að við auðvitað viljum fyrst og síðast tala af ákveðinni ábyrgð inn í þennan málaflokk og það þýðir auðvitað að við verum að vera reiðubúin að axlana. Nákvæmlega hvernig það útfærist kannski erfitt að spá fyrir en við sjáum þá, og þú nefnir nú þarna bara hreinlega samkeppnismál, þar að segja þegar Háskólinn í Reykjavík verður til, og margir segja þetta að fyrir ýmsar greinar inn í HÍ að þá hafi tilkoma Háskólans í Reykjavík bara verið það besta sem að hefur gerst fyrir HÍ mjög lengi. Það er auðvitað mjög erfitt að taka þessa umræðu og yfirfærina síðan á framhaldsskólastigið, því þar erum við auðvitað í allt annars konar aðstæðum. Það eru staðbundnari mál og fleira þess áttar og þetta við erum komið nær því að það sé verið að efna lögbundnar skyldur og svo framvegis, þannig að þetta pínlítið öðruvísi umhverfi. En ég held hins vegar að við eigum að vera eins fordómalaus og við mögulega getum til þess að hugleiða nýja leiðir og eitt af því sem að auðvitað skiptir máli, talandi þunglamaleg ferli, það er auðvitað líka að endurhugsa það hvernig krakkarnir fara í gegnum þessa framleiðslu línu, ef ég má nota það orðalag. Og hún ekki bara í gegnum skóla að öllu leyti því að það samstarf við fyrirtæki varðandi starfsnám og fleira þess áttar. Við höfum verið að leggja áherslu á aukna og betra nýtingu á ferilbækur, þannig að það sé tryggt að þjónustan sem nemandinn fær í gegnum þetta ferli, þar sem hann þarf að fara og fá sér leiðsögn, starfsleiðsögn út í fyrirtækin. Þar þurfum við líka lítið eigin barm, sum fyrirtæki afskaplega auðvelt með þetta, eru stór og búa bara til sín prógram, önnur minni og erfiðara með að sinna þessu. Þetta eitt af því sem við sem samtök horfum á og veltum við fyrir okkur, hvernig getum við hjálpað þá minni einingunum í að sinna þessu. En það eru lausnir varðandi feribækurnar sem ég held að skipti máli því að þar erum við líka bara komin í svona ákveðnar upplýsingatækni lausnir sem að ætti að vera tiltölulega auðvelt að hagnýta þetta til þess að gera nemanda, skóla og í rauninni atvinnulíf auðveldara vik að klára þetta ferli sem að uppbygging færni nemanda í gegnum menntun. Þannig ég myndi nú svona horfa svona á þetta, svo auðvitað erum við með, þó að það sé nú viðkvæmt efni, ég tala nú ekki þessa dagana, viðræður á kjaramarkaði og annað þess áttar og auðvitað geta einhver atriði komið þar fram. Þannig að við ættum alveg klárlega að hugleiða það. Ég held líka að það sem að gerast atvinnulífsmegin að fyrirtækin eru meira tilbúin í að taka þetta samtal og hugsanlega leiðir það okkur að einhverjum nýjum lausnum. Ég ætla ekki að giska á hverja þar eru en ég held að við verðum að vera opin fyrir þessu. Og svo þetta hitt sem að ég vekað áðan sem skiptir miklu máli að þegar að greinar eru fámennar þá þurfa þær auðvitað alveg sérstakan fókus og hann alls ekkert auðveldur vegna þess að lífið nú bara þannig sem að mörgum þykir leiðilegt að það fer að snúast að einhverju leitum peninga og auðvitað það erfiðari og miklu meira áskorun talandi námsefnið þegar við erum komin í greinar sem eru fámennari og þegar þær eru kenndar á fleiri stöðum og svo framvegis þrátt fyrir að vera fámennar. Þá erum við að tala aðgengi nemenda, staðbundið og svo framvegis. Ég ætla ekki að hætta með þetta það eru margar áskoranir, en við verðum samt að vera svolítið fordómalaus í að velta því fyrir okkur hvernig tökum við þetta áfram þannig að gæðin séu nægileg og þannig að krakkarnir og foreldrar þeirra eftir atvikum átti sig á þeim tækifærum sem í kringum þessar greinar. Auðvitað að því hún notar orðið þunglamalegt. Það ekki held ég það fyrsta sem krakkar hugsa ég ætla að fara í þetta nám vegna þess að það svo þunglamalegt. Þau eru eflaust einhvers staðar allt annars staðar. Og þetta bara held ég ein af áskorunum okkar að þetta þarf að virka vel og þá held ég aftur talandi fyrirtækin, kynningin á greinunum, hún auðvitað þarf kannski líka að fara í auknumæli okkar hendur því að ég nú sem framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins núna í hálft ár verið að ferðast mikið og fara inn í fyrirtækin og ímynd margra þessara iðnstarfa miðað við það sem þau eru, hún auðvitað mjög bjöguð. Ég held að fólk, foreldrar og krakkar átti sig ekki ofta á hvernig þessi störf mörg hver eru orðin, auðvitað ennþá að því ég heyri nú vinding gnauða hérna fyrir utan, auðvitað einhver hluti af þessu störfum ennþá þannig að hann oft unnin við erfiðar aðstæður, en það hefur líka orðið heilmikil umbylting í öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum sem að kannski mynd sem hefur ekki alveg komist í gegn.
og við þurfum þá að vinna í. Þannig að ég vona að þetta séu einhverjar hugleiðingar í átt að svari. Já, Þorbjörn heiti ég og hjá Samiðn. Ég hef aldrei fylgst með þessu í nokkra áratugi, þessar umræðu, kem svona annarslagi inn á svona ráðstefnur og ég verð að segja að ég horfi bara nokkra áratugi svona yfir. Þetta ansi mikil endurtekning. Ég man eftir þegar var verið að gera mikla byltingu hér að það var áherslan að færa námið meira inn í skólana. Það eru fyrir nokkrum áratugum, það var auðvitað til þess að reyna að gera innnámið samkeppnishæfari við annan nám og svo framvegis. En þá erum við að tala það að við þurfum að reyna að gera innám og starfsmenntunina samkeppnishæfara. En samt sem áður erum við alltaf að tapa hlutdeildinni. Þannig að í einhverju erum við eitthvað að mistakast. Og ég held að það sé umhugsunarvert sem Illugi nefndi hér í sínu stutta ávarpi. Það var höfum við huga nægilega vel að hinum þættunum sem raun og veru starfsumhverfið. Og þú varst kannski aðeins að koma að því hér áðan. Ég auðvitað sannfærður það að þegar ungt fólk að velja sér nám, þá horfir fólk líka á þetta. Þessi þáttur hefur kannski ekki minnsta áhrif á það þegar þú velur starfið. Og ég ætla bara að eyða örfáum orðum þá aðeins að draga upp svona kannski mynd. Þegar við mætum sem erum að vinna innandyra á morgnana, þá eru iðnaðarmennir kannski búin að vera í vinnunni í klukkutíma, hálftíma. Þegar við förum heim, þá eru þeir ennþá að vinna og eiga kannski eftir að vinna 1-2 tími viðbót. Þeir eru að vinna helgar og svo framvegis. Þeir eru á tiltölulega lágum grunnlaunum og þegar ungt fólk að skoða þetta umhverfi, þá blasir þetta við kannski langur vinnudagur, tiltölulega lág laun, hægt að ná þessu upp kannski með löngum vinnudag. Þetta umhverfi ekkert spennandi fyrir ungt fólk. Og ef við ætlum að ná árangri í því að fá ungt fólk inn í starfsnámið, verðum við ekki að taka okkur þarna alvarlega á og gera þetta þannig þetta séu spennandi störf sem við getum deilt með eðlilegum þætti á milli fjölskyldulífs og atvinnuþátttöku. Ekki þarna eitthvað sem við þurfum bara alvarlega að setjast niður og skoða ef við ætlum að ná þessum árangri. Takk fyrir. Þetta eru mjög endilega klappiði. Þetta eru mjög góðar hugleiðingar og ég held að ég sjálfur sér eins og ég horfa á þetta og þarna aftur viðurkenni ég fúslega að ég hagfræðingur en það held ég að það skiptir máli að við skoðum samhengi hlutana og þetta horfir ekki síst á fyrirtækin sjálf, bara áhersla á þetta sem ég talaði áðan, stöðugar umbætur og það að verði framleiðni aukning. Það ákveðin grundvöllur að því að við getum farið að vinna á einhvað af þessum hlutum sem þú nefnir. Ég ætla ekkert að hætta mér inn á það svið að tala nákvæmlega uppsetningu kjarasamninga en ég held persónulega að það sé ákveðið tækifæri þar. Það hugsanlega hins vegar mál sem við klárum ekki núna en gætum haft á blaðinu að hugleiða það. En fyrst og síðast held ég að framleiðin aukning, ef við horfum til dæmis á bygginga og mannvirkjageirann á Íslandi, þá eru mikil tækifæri í því að auka framleiðni. Áskorun hins vegar sú, eins og þið þekkið vel, að þegar þú ert komin á byggingastað, þá mæta saman ýmsir aðilar sem allir eru skipulagseining hver fyrir sig, ef svo má segja. Og þetta þekkjum við nú ágætlega á menntageiranum, að það gengur oft ekkert allt of vel að þegar að 2 eða fleiri skipulagseiningar koma saman og eiga að vera sammála hlutina, þá gengur það nú ekki alltaf alveg svo klukka. Á verkstað getur þetta auðvitað leitt til þess að það ákveðið óhagræði í vinnuskipulagi, það biðtími og það skrepp og svo framvegis. Það vantar utanumhald og samræmi. Ég nefni þetta bara sem dæmi að ég held að við flest skiljum þetta. Þannig að mitt svar til því, Þorbjörn, alveg klárlega að ég held að framleiðni, og þess vegna setjum við hana nú þarna fram, að hún mjög mikilvægur þáttur í því að auka hér tækifærin sem eru í þessum iðn-orienteruðu störfum. Vegna þess að hún í fyrsta lagi drifkraftur þess að við getum breytt eitthvað af þessu sem þú sagðir.
Það líka, ég get alveg deilt því með ykkur sem Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marel, nefndi á iðnþingi. Hann fór að tala 80% yfirvinnu, taxta og svo framvegis og svo framvegis. Þannig auðvitað bara fyrirtækja forstjóri að tala og segir, herðu, ég með eina vakt, ég búin að fjárfesta í framleiðslu húsnæði og græjum og ég með eina vakt, 8 tíma af 24 á sólarhring. Ég gæti verið með 3 vaktir. Ég á mjög erfitt með að byggja starfsemina upp í það að fjölga vöktum vegna þess að á jaðrinum, á meðan hann að feta sig í þá þarf hann að vinna mjög mikið á þessu mikla yfirvinnu álagi og aftur, þetta atvinnurekandi sem horfir á þetta með þessum augum. Þannig að það erfitt fyrir hann að fara úr einni í 2 vöktum í einu stökki. Ég held að það skilja allir það. Ég veit að það eru margs konar aðrar hliðar á þessu, en hvað gerist? Því að Marel fyrirtæki sem gengur ágætlega og að selja meira tækjunum, þá framleiða þeir bara tækin í Hollandi eða Danmörku. Og þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum líka að vera svolítið óhrætt við að ræða, en ég held að aðalatrið og bara stuttasvarið við þurfum auðvitað að horfa á framleiðni annars vegar. Þar held ég að við í atvinnulífunni við þurfum að horfa svolítið á okkur sjálf í því. En ég held líka að það þessi kynning á þessum störfum, af því að þar held ég að sé grettistaki sem þarf að lyfta. Ímynd þessara starfa ekki í takt við það sem þau eru, þó að þú málir þessa mynd að fólk getur verið að vinna lengi og svo framvegis, að þá það samt sem á því þannig að ég held að ímyndin, hún fær þessi störf ekki til að gjalda sannmælis. Þannig að ég held að ég myndi nefna þetta tvennt. Já, Pétur heiti ég og ég hérna með, mér langar að spyrja það einnina spurningar. Hefur Samtök iðnaðarins gert þarfagreiningu á fjölda í hverri eingrein fyrir sig? Takk. Nei, við höfum ekki gert nákvæma greiningu á því. Það sem við gerðum núna sem að gefur einhverja vísbendingu það að við getum greint eftir greinum hver staðan og þá eins og ég nefndi málmgreinarnar það áberandi skortur þar, en við höfum þessar tölur því miður ekki nákvæmar, en þetta eitt af því sem við erum að velta fyrir okkur, því þetta auðvitað skiptir máli inn í umræðuna líka. Að öðru leyti vil ég bara þakka ykkur fyrir, gaman að vera með ykkur og þetta samtal svo sannarlega mikilvægt. Takk.